Bókin 10 skilaboð að skapa öryggi úr óvissu komin í sölu í öllum helstu verslunum og á beggiolas.com. Ég trúi innilega að þú verður líklegri til að yfirstíga þínar áskoranir og fara snar þínum markmiðum með því að lesa bókina. Ég vona að lesturinn verði þessi virði. Takk kærlega fyrir stuðningin. Gangi ykkur vel. Skipta skoðanir mínir einhvern mál. Mér finnst það svo ótrúlega mikilvægt. Legðu þitt að mörgum til að gera beðið betri stað. Er þetta eitthvað sem Bogi Níels Boðarsson, forstjóri Icelandair, velkomin í 24/7. Takk fyrir, kærlega. Botnaði þetta, leiðtogahæfni Það að geta valið með sér rétta fólkið og treystið og hvatta svo til góðra verka. Það svona mjög mikilvægt fyrir leiðtogan að geta gert þetta. Að valið með sér rétta fólkið, treysti fyrir réttu verkinu. Já, treystið bara til góðra verka og hvart við áfram og geta búið til svona sterkt lið. Það ekki nóg að vera með eins og við þekkjum á fótboltanum eintóma sentira í liðinu, eintóma varnarmenn þá gerist lítið, þannig að það þarf að vera með góða samsetningu líka af teiminu, því allt snýst þetta teimi, það engin eitt sem að gera nokkuð skapaðan hlut í fyrirtæki að rekstri ní öðru, þannig að það geta búið til og unnið saman með góðu fólki, það er ótrúlega mikilvægt í þessu, á mínum mati. Já, hvort, væntanlega horfur að bæði á einhverja færni hjá þeim, en væntanlega líka einhver svona karakters einkenni? Ekki spurning, það er svona, færnin skiptir máli og í þessum geira sem við erum að starfa, þetta sem fluggerinn, hann tiltölulega flókinn og svona þættir sem skipta mjög miklu málu upp á bara árangur. Sem dæmi, viðhaldsmálin í flugrekstri eru mjög mikilvæg að það sé haldið vel utan að þau, leiðakerfistýring, tekjustýring og þar skiptir þekking og reynsla mjög miklu máli upp á árangur, þannig að vera með rétt fólk í ýmsum stöðum skiptir ótrúlega miklu máli í flugi og náttúrulega öðrum gerum líka. En ekki síst í fluginu því þetta er sérhæft og tiltölulega flókið. Og svo líka þessi bara manngerðin skiptir að mínum mati miklu máli upp á bara að liði geti unnið vel saman og sé rétt samstilt og það er ekki spurning, þannig að bæði færnin og manngerðin sem þarf að horfa til. Og hvað svona manngerðum hrífst þú af? Hvað eiginleika fólk sem fólk ákveðslega að hafa nútíma vinnumarkaði í hvað gera? Já, það sem að kannski við horfum svolítið til hjá Icelandair að fólk sé ekki allt of upptekið að sjálfu sér, sé bara hóvært og en á sama tíma með sjálfstraust, sé bara þetta sé góðir liðsmenn, horfi á árangur heildarinnar, það sem skiptir máli fyrir fyrirtæki en ekki endilega því sjálfan og því að hvað að segja, á endanum ef þú stendur þig vel fyrir þitt lið og þitt fyrirtæki þá kemur það sjálfur sér vel fyrir því sjálfan en þannig að stuttum máli hóvarð, sjálfstraust og svo þessum nefndum áðan færni í starfinu sem við komum að fást við en síðan bara mjög mikilvægt að í okkar framkvæmdastjóra teimi og í okkar stjórnenda teimi séu góðir stjórnendur sem að kunna hvetja fólki sitt áfram, kunna útdeila verkefnum og fylgjast með og þess áttar, þannig að það er mjög margt sem að kemur til í þessu. Nú veit ég að það hlusta alveg margir stjórnendur til að hlusta á þetta spjall. Hvernig, og því að margir stjórnendur líka kannski erfitt, bara eins og allir, með að treysta. Hvernig treystir maður öðru fólki? Já, þetta kannski svolítið, stór spurning, en ég á allavega mjög öðvöld með að treysta fólki sem að vinna með mér og þá náttúrulega, eins og nefndi að það skiptir ótrúlega miklu máli að velja þá rétta teimið og við sem erum til dæmis í framkvæmdastjórnar hjá okkur að traust bara ótrúlega mikilvægt í teimum minna fyrirtækja, stjórnendateimum og
og ef það ekki til staðar þá mjög ólíklegt að við náum árangri, þannig að traust bara gríðarlega mikilvægt og ef við getum ekki treyst hérna okkar samstarfsfólki að þá við ekki í góðri stöðu. Algjörlega. Þetta rýmar svolítið við það sem mátti segja með að ráðin rétta teyma og fólki að svolítið, en Jim Collins hann skrifa bókina From Good to Great, hefur heyrt hana? Já, ég lesi hana fyrir. Hún lesi hana, hún mjög skemmtilega og góð, þá segir hann einmitt að velja first who and then what í rauninni, fyrst að velja karaktersenkina því að kannski hægt að kenna einhver ákveðna hæfni að það skilur, erfiðar að breyta því heldur en að breyta einhverju síni eða eitthvað svoleiðis. Það á við í ákveðnum störfum hjá okkur algjörlega og mjög gott að fá inn fólk bara með nýtt sjónarhorn sem bara að koma úr allt annari starfsemi heldur en flugrekstri, en það ákveðin störf hjá okkur og í flugrekstri almennt það sem að mínum að þekking og reynsla algjörlega nauðsynlegt. Þetta bara það sérhæft og það tekur bara tiltölulega langan tíma að bara ná ákveðinni færni og þekkingu sem nauðsynleg til þess að vinna þá hluti rétt og vel. Þannig að samblanda þessu getur bara hentað mjög vel og hefur hentað mjög vel hjá okkur að mínum mati. Að fá nýtt fólk með svona nýtt sjónarhorn bara úr öðrum geirum, en á sama tíma hvað varðar ákveðin störf að vera með fólk sem hefur unnið lengi og gert það vel í þessum geira. Algjörlega. Sko, núna þú búin að vera ákveðin leiðtogi, bara búin að vera leiðtogi á erfiðum tímum hjá fyrirtækinu að undanfarin ár. Hvernig hefur þið lært eitthvað af því og hvernig maður leiðtogi í krísu? Jú, maður lærir ákveðin degi í starfinu, það kemur eitthvað nýtt upp og sem að manni vonandi tekst að nýta bara í framtíðinu og alltaf, maður verður alltaf með reynslu, verður maður alltaf sterkari. Og hvernig tekst maður á krísu? Ég meina krísa, hún bara kemur og þú ert ekkert búin að undirbúa neitt sérstaklega fyrir, endilega krísur. Við erum enda með hjá okkur, hjá Íslandi viðbragðsáætlanir fyrir ýmsu því að flugið, það ýmislegt sem getur haft áhrif á flugið sem við stjórnum ekki, eins og við þekkjum eldgos, veður og þess áttar. Þannig við erum með viðbragðsáætlanir við slíku og hvernig við stýrum og þess áttar. En ef við erum til þess að tala COVID, þá enginn undirbúin fyrir slíkt og þá förum við bara í sameiningu í það verkefni og þá snýst bara að halda teiminu saman, teikna upp einhverja mynd og fá sem flesta í teiminu til þess að trúa á þá mynd, að það sé svona bara mikil tækifæri við ljósu endagangana og mikil tækifæri til framtíðar og fá svo alla bara til þess að vinna sama marki. Það einhver svona, eins og við tölum aftur bókina hana, að tala undir Stockdale þeirra þversögnin myndi með hann hafi sagt. Hann sagði bara að í rauninni aldrei lítið burtu frá erfiðar staðreyndum í raunveruleikanum, en samt að óbyrjandi trúa að mynd sigrast á erfiðleikunum með daginn, skilur. Já, ef við vísum aftur í það sem við gengum í gegnum í COVID, þá held ég að það eigi mjög vel við vorum með þessa erfiðleika fyrir framan okkur og vorum ekki einhvern veginn að reyna að hlaupa frá þeim, við þurftum að taka gríðarlega erfiðar ákvarðanir, segja upp því miður stórum hluta á okkar samstarfsfólki, en á sama tíma þá trúðum við öll að framtíðin væri björt fyrir okkar fyrirtæki og viðskipta líkan okkar fyrirtækis, þannig að já, þetta passar ágætlega í hvað það var þar. En við vorum alltaf með fókus á raunveruleikan og verkefni, við vissum ekki hvað það myndi taka langa tíma, hvað yrðum lengi í þessum erfiðu aðstæðum en við trúðum alltaf að tækifærin væri veruleg. Algjörlega. En varðandi því mér langar aðeins að ætlaði þú alltaf að vera forstjóri Icelandair? Nei, ég reynskilin sagt og velti því aldrei fyrir mér. Ég var framkvæmdastjóri fjármála í Icelandair Group, byrjaði þar 2008 og var í því alveg þangað til í ágúst 2018 þegar það kom mjög óvænt upp að þáverandi forstjóri sagði af sér og þáverandi stjórnarformaður sagði við mig bara svona yfir borðið, þegar þú tekur þetta bara núna tímabundið
og ég gæti ekki tóksa það, já, bara, og svo tók við eitthvað ferli og síðan var ég ráðinn forstjóri hann í desember, en ég hefði bara aldrei pælt neitt í því, í hreinskilni sagt, maður var bara að sinna þessu fjármálastjóradjópi. Þannig að þetta gerði svona svolítið skemmtilega. Og varstu að ráðan bara tímabundið og síðan varstu ráðan alfarið senast? Já, ég var ráðan tímabundið hann í ágúst og síðan fór í gang ráðningaferli sem að stjórnin setti að stað og fekk með sér erlenda og innlenda ráðgjafa og svo á einhverju tímapunkti þá spurði Úlfar stjórnarformaður mig að því hvort að ég vildi vera á listanum og ég sagði bara já við því og síðan þróast þetta svona. Hvernig hefur það verið að vera allt í einu komin í forstjórarstöðu? Það náttúrulega ótrúlega heiður og mikið traust að fá að stýra einu mikilvægasta fyrirtæki Íslands og frábært fyrirtæki með frábært starfsfólk og bara með ótrúlega sögu og mikilvægt fyrir hagkerfi þannig að það bara var mikill heiður og mikill traust á sama tíma og mikill ábyrgð en búið þó að ýmislegt hafi gengið á þá þetta frábært starf, maður að vinna með frábæru fólki á hverjum einasta degi og alltaf eitthvað nýtt að koma upp í þessum geira okkar, þannig að bara mjög skemmtilegt og frábært tækifæri sem ég er mjög þakkláttur fyrir. Af hverju heldur að stjórnarformaðurinn hefði bent þér á að sækja að fara í starfi? Ég veit ekki, ég held sko að þegar ég var beðin að taka þetta að með tímabundi þá kom ég held ég ekki til greina í þetta starf og eins og sagði, ég var ekkert búin að velta þessu fyrir mér sko, en síðan bara fer þetta í gang og vikurnar líða og alls konar verkefni og svo bara þróst þetta svona sko, en ég held ég hef ekki verið líklegu kandidat í byrjun ferilsins, en svo bara eins og hlutinir þróast áfram og svona gerist þetta. Er ákveðin hóar í þessu svari? Nei, menn þetta bara, þú veist, og eins og í þessu ráðningaferli þá hélt maður einhverja kynningu og þess áttar fyrir stjórnina og ráðgjafana og svona og svo enda þetta bara svona. Og þetta kynntist og stjórnin náttúrulega þekkti mig mjög vel, ég var búin að vinna lengi hjá fyrirtækinu og já, hún þekkti mig og við vissi hvaða mann ég hafði að geyma, svo tók ég við þessu starfi tímabundið og ýmis verkefni sem við vorum að fást við þarna þó þetta verið stuttur tími og já, svo bara gerist þetta. Og hver myndur segja að vera mest áskorun þá við núna að vera forstjóri? Já, það hefur náttúrulega verið mikil áskorun að fara í gegnum þetta COVID-tímabil sem hefur hafði mikil áhrif á flug og eins og margótt hefur komið fram þá var svona okkar leið að ljósa í þessu að halda öllum innviðum félagsins á lífið svo að við getum sett hratt í gang þegar eftirspurn tekið við sér og það er nákvæmlega það sem við gerðum og við vonum meðal annars að senda fyrir okkur svona farþegatölur í morgun fyrir júlímánuð og við fluttum 500.000 farþega í júlímánuði, þannig að við erum komin svona í 80-90% staði sem vorum að gera hérna verið COVID og staðan núna er bara mjög góð og starfsfólkið hefur bara hjá Icelandair hefur unnið ótrúlegt verk við það að byggja fyrirtækið upp aftur og koma félaginu á þann stað sem það er núna. Og hvað myndirðu, ef einhverjum sem er að hlusta sem dreymir að vera forstjóri einn daginn, hvað myndirðu, og vinna þessu upp í fyrirtæki, hvað myndirðu ráðleggja að gera? Já, það var kannski það sem ég var næst að nefna á það, þú varst að spyrja um hann eiginleika, að það er að mínum mati bara hóvarð, hugsa hagsmuni fyrirtækisins og sinna því vel, ekki vera með einhverja pólitík eða eigin agendu, bara sinna sínu starfi að heiðarleika og bara já, hvað sé, þetta er tiltölu einfalt og common sense, bara vinna góða vinnu og þá gerast góðir hlutir að sjálfu sér, það er bara þannig að mínum mati. Þannig að leggja tugna á vinnu sem ég en líka, þú veist, að stuðla til fyrirtæksins og hópsins og ekki vera að hugsa bara eigið eitthvað. Algjörlega og treysta fólki, vinna með fólki og bara láta almennt gott af sér leiða til fyrirtækisins, samstarfsfólks og samfélagsins, að þá gerast bara góður hlutir að sjálfu sér.
væntanlega yfir líka langan tíma, þetta ekkert sem maður gerir bara í 1 ára eða 2, þetta lifir bara 20 ára. Það náttúrulega, þetta það misjafnt eftir hvernig hvað fyrirtækið og statur og hvað þau eru stöð fyrirtækin, en þolinmæði er digð, segir fólk, og það á bara algjörlega við þessu. Ég heyri stundum talað að ungt fólk vanti þolinmæði, að ungu fólki vanti þolinmæði og vilji ná árangur svona frekar snemma, skilurðu. Hefur eitthvað orðið varðið það? Já, en þetta er það bara mjög misjafnt og sumir eru mjög þolinmóðir og aðrir eru óþolinmóðari eins og gengur og held ég hafi bara alltaf verið. En eins og ég var að nefna áðan að það er bara þannig ef þú stendur þig, ert samviskusamur og þá bara gerast góðir hlutir að sjálfu sér. Ef þú ert ekki allt og mikið að hugsa um þetta, hugsa að komast áfram einhvern veginn í stiganum, að ég held að sé betra bara sinna vinnunni, gera góða hluti, láta gott þessi leið, þá gerist þetta bara sjálfu sér. Já, staðan fyrir að það sé einhver útgangspunktur. Útgangspunktur að vera alltaf að fókusir á eitthvað, ég verð að komast þangað að hinga, skilurðu. Að ég held að það geti bara trufla fólk í þeirra daglegu störfum og samskiptum og samvinnu við samstarfsfélagum þess aftar. Þannig að basically bara vera duglegur og góð manneskja og afleiðingi verður þá hugsanlega svo að þú fáir einhvern tímann einhverja stuða eitthvað eða eitthvað leið. Þannig sé ég þetta svolítið, þetta er tildulega einfalt. Nei, ég er sammála þeirra nálgun, sko. Þetta bara líka sinna starfinu vel og koma vel fram við samstarfsfólk og aðra, það er bara ekki tekið rættir í. Já, algjörlega, það er líka, sko, bara, orðspor og svona góð manneskja, það er skilað hans langt og saman hvert þú ferð um einhvern vinnur að þú er gott orðaðir. Þá mun fólk örugglega leggja upp tækifæri fyrir því, sko. Algjörlega. Hvaða bók hefur haft mest áhrif á þig og hvað lærðir af henni? Þetta þú er náttúrulega undirbúin með eitthvað fyrir þess Ég veit ekki, það er ekkert sérstakt sem að engin ein bók sem að kemur upp í hugan. Ég er búin að talsvert mikið og hlusta mikið á bækur og núorðið og hef ekki einhvern tíðin að lesið mjög mikið, þannig að ég held ekki sagt að sé einhver ein bók sem að hefur haft meiri áhrif heldur en aðrar, en það eru svona punktar og þaðan úr ýmsum bókum, úr ýmsum bara greinum, viðtölum þessum sem að kannski maður er að nýta og fara svona einhvern veginn inn í undir meðvitundina og þetta snýst ekki bara endilega einhverjar viðskiptabækur eða ævisögur einhverja viðskiptamanna. Ég les og hlusta mikið á bækur íþróttafólk, tónlistafólk og bara ýmsa, og þannig að það er bara svona ýmsir punktar sem maður er sem fara bara svona einhvern veginn inn í undir meðvitundina og svo finnum maður tengir við þessa punta einhvern tímann í vinnu og lífsleiðinni, en það er engin ein bók sem kannski stendur upp úr hvað þetta varar. Þannig er svona, þú lest þá bara eftir fólk og úr alls konar gerum. Algjörlega. Og síðan tekur maður eitthvað eitt, kannski 20 úr einhverju bók og reynir síðan maður alltaf búin að innlega það í lífið hans maður veit að einhvern veginn. Já, ég er ekkert að skrifa þetta niður eða gera þetta með einhverju skipluðum hætti. Þú veist bara maður er að hlusta eða lesa og þetta er athyglisvert og svo nýtir maður það bara. Og líka það er eitthvað sem maður er að lesa eða hlusta á sem maður, ég myndur aldrei vilja gera hlutina svona, sko. Þetta er bara, það er líka eitthvað sem kemur upp sem maður myndi bara forðast, sko. Já. Þannig að þú ert að lesa, hugsaðu þá, ég gæti nýtt þetta í starfinu mínu, skilurðu. Ég eins og segja ekki kannski með skipulögum hætti, en þetta bara eins og segja, þetta fer svona inn í kerfið einhvern veginn, það sem maður bara athyglisvert og maður og svo kemur þetta upp í hugan einhvern tíma síðar og maður hefur heyrt kannski einhver atvik sem einhver lendi í og akkurat svona sem ég kannski lendi í einhverju svipuðu núna og get þá nýtt það sem ég var að lesa eða hlusta á sinni tíma þegar ég er að velta þeim hlutum fyrir mér, sko. Og hver finnst þér munurinn að lesa og hlusta? Af hverju hlustar það miklu meira? Maður sko ég get alls ekki hlustað á skáldsögur, það bara þá missi ég fókus, en ég les svolítið skáldsögur, sko. Þannig að þegar ég er að hlusta þá er ég að hlusta á ævisögur eða einhverja svona bækur um eitthvað sem er ekki skáldskapur
og ég hlusta þegar ég út að labba með hundin eða keyri í vinnuna eða eitthvað þess áttar en ég les líka en ég les meira á skáldsögum þannig að ég á eitthvað erfiðara með að fókusera á skáldsögu þegar ég að hlusta en á auðvelt með að hlusta á eins og segja ævisögur eða einhver svona fræðibækur og vantar líka, þú veist, þegar maður lesa þá getur maður bara verið að lesa en maður getur fara út að ganga með hundin og maður að hlusta líka sko. og þetta kemur það oft fyrir þegar maður að hlusta og út að labba með hundin það kemur eitthvað annað upp í hugan, vinnan eða fjölskyldana eitthvað og maður er búin að labba í 10 mínútur og ekki maður ekki neitt sem er í heyrnartólunum sko. Það er að spóla tilbaka. Já, algjörlega. Gefur þið þá eitthvað tími, eins og þegar maður er ekki að gera neitt, eða þú veist, þegar maður er að ganga út eða eitthvað, þá allt einu bara koma fullt af hugmyndir, skilurðu. En oft þegar maður er svo truflaður út daginn, skilurðu, alltaf að hlusta á eitthvað, alltaf að gera eitthvað. Ég gef mér alveg tíma til þess að sleppa því að vera með eitthvað í eyrunum þegar ég fyrir út að labba með hundin líka. Já. Til dæmis þegar maður er einhver mikilvæg fundur þann daginn, sko, kynningafundur út á uppgjöri eða eitthvað þess að bara, ég nefn þessi dæmi, sko, að þá nota maður oft göngutúrana og sleppir því algjörlega að vera með eitthvað í eyrunum til þess að bara velta því fyrir sér hvað maður ætlar að segja og fara yfir, þannig að ég geri það alveg líka bara slökka öllu og undirbúa mig fyrir daginn eða einhver verkefni á göngutúrum eða jafnvel í bílum eða þannig að maður ekki alltaf með eitthvað í eyrunum, sko. Algjörlega. Mér langaði til að stoppa þáttina aðeins og þakka styrktaraðilum podcastins en Lavazza og Sumac eru trausti styrktaraðilar ásamt þeim sem ég nefndi í byrjun og Lavazza er alvöru ítalsk kaffi hilki sem er umhverfisvæn, kólusefnuð og passa í allar Nespresso-vélar og ég er búin að vera að dæla þess í mig enda mikill kaffikall og ég mæli eindregið með kaffinu frá Lavazza enda eru að tala framúrskarandi ítölsk bragðgæði þar. Sumac er náttúrulega bara langbesti veitingastæður á Íslandi. Ég er búin að vinna mikið með grillu lambarífunar undanfarið og ásamt því ég smakka grilluð kjúklingalæri. Fer náttúrulega alltaf í grilla ostursveppi og grillar halloumi líka. Það er mjög gott. Ég mæli með hummusin og flatbrauð og ef þú ert í ekstra góðum gýr þá ferðu náttúrulega bara í sjörétta matseðilinn sem er mese og tekur ég vel vínpöru með. Og ef þú vilt bara fagna einhverju, eiga góða stund með vinum eða fjölskyldumælumum eða eiga bara í góðri upplifun í góðum anda sem jákvætt starfsfólk ríkir og góðum matur þá tikkar Sumac í öll þessi box. Og ef þú ert ekki búin að prófa að fara Sumac, þá ættir að gera það. Og ég get sagt það að þú verður ekki svikinn. Af því að þetta er sá allra besti staður sem þú getur fara á ef þú vilt fagna einhverju eða gera vel við þig og þína. Takk kærlega fyrir að hlusta. Og ef þau eru í stuði þá með ég fara á YouTube og subscribe á podcast-appinu og gefa mér einhvern og followa mig á Spotify. Annars bara þakka ég ykkur kærlega fyrir að hlusta af því að án ykkar þá væri engin þáttur þannig að ég verð alltaf fyrir miklum bara jákvæðum tilfinningum þegar ég hugsa út í það að þið séu að taka tíma frá ykkar degi í að hlusta og horfa á mig og ég er virkilega ánægður með það og það er heiður fyrir mig og takk einlega fyrir að gefa ykkur tíma í að hlusta það sem gestirnir og ég höfum að segja. Takk hérlega. Hvað er helstinu sinni að vera satt sem úr öðru máli í dag? Er eitthvað sem þú ert að aflæra? Það er örugglega margt þannig en ekkert eitt sem kemur upp í hugan akkurat núna hvað þetta var það sko hvað var það að aflæra það er ekkert sem þú helst að þú varst stjórnandi eða það er kannski bara ef ég vísa aftur í þetta sem ég var að segja áðan að þegar maður var yngri og var kannski að byrja eftir skóla að þá væri það mjög mikilvægt til þess að komast áfram í innan fyrirtækis eða einhvers staðar
að vinna mjög, hvað sé, bara þétta því vera með agendu og vinna kannski í einhverju pólitík eða þess áttar innan fyrirtækisins til þess að komast ofar í skipritinu, en ég held ég hafi alveg lært það í hérna síðustu árum og bara bæði horfandi á mína reynslu og hvernig ég horfi á aðra, að það truflar fólk held ég frekar að hérna vera með einhverja agendu og pólitík og þess áttar og fólk á frekar að fókusera bara á það að hérna vera hóvart, vinna verkin sem vel, vinna mjög vel og skemmtilega með sínu samstarfsfólki í stað þess að vera, eins og segja, að vera með einhverja ægilega agendu eins og maður kom kannski sjálfur inn í atvinnulífið með hérna í upphafi fyrir hérna alltaf mörgum árum núna sko. Hvað er það, Ágúst? Hvað er nákvæmlega agenda? Að vera með agendu? Já, agendu eða þú veist að við erum alltaf að hugsa það að ég bara verða hérna fá, hvað sé að stöða eitthvað, ég verða að komast áfram og hérna ég verða að gera þetta og hitti þess og svona það sé ég bara kannski að segja fólk, að ef þú bara einbeitir að þínu daglegu störfum, gerir þau vel og þá gerast bara góðir hlutir að sjálfu sér, þannig að vera alltaf að hugsa það að komast áfram, ég held að geti tekið bara, og það er mín reynsla og ég veit að getur tekið bara það mikið fókus, það truflar bara þessa góðu vinnu sem þú átt að hérna leggja höndum og hefur þá frekar neikvæð áhrif á þína framfæru, heldur nýtt. En pólitík, er það þá bara að segja það sem aðri vilja heyra eða hvernig? Já, bara eins og við þekkjum í pólitík eitthvað þannig og líka bara við erum alltaf hérna með í stað þess að vera bara fókusir á starfið og þess áttar, við erum alltaf að hugsa betur hvernig hérna þarf ég nú að snúa hlutunum þannig að ég komist þangað að hinga skilurum. Og hvernig hagfæra hlutunum þannig að það sé auðveldara þegar komast áfram með eitthvað svoleiðis? Já. Ég skilji þig. Og kannski, þú veist, nálgunin sem fólk hefur stundum, sko, staðin fyrir að vera bara góð mann og kannski hjálpa einhverjum, skilur, eða bara, þú veist, gera eitthvað greiða fyrir einhvern vinnu, eða hvernig sem þetta er, skilur, að þá að vera að gera bara til þess að búast við að fá greiða á móti, skilur. Algjörlega. Það er til dæmis að vera dæmi eitthvað svoleiðis, eða ekki? Jú, eða bara það sem maður er kannski að segja, ef maður setur þetta fram á einfalda máta, eða þú ert alltaf upptekinn einhvern veginn af sjálfum þér. Já. Í stað þess að vera bara hérna bara mætir í vinnuna og sinni þínu starfi vel og ert hérna góður og skemmtilegu við samstarfsfólkið, þá hérna þá bara kemstu áfram, þannig er það bara í stað þess að vera alltaf upptekinn af sjálfum þér, það truflar frekar neitt held ég. Hvað sagði Harry Truman eftir? Það er ótrúlega hverju áorka miklu svo lengi sem þeir eru saman sjálfa eða eitthvað svoleiðis. Alltaf sé ekki eitthvað svoleiðis. Jú, það var eitthvað svoleiðis. Hvað ráð hefur þú fengið varðið þína sérfræðikunnáttu sem er það magna og vel deilaði með okkur og það er umrætt að við þurfum að vara okkur við því? Það var náttúrulega þegar maður því ég er endurskoðandi að upplægi sko. Okay. Og var í endurskoðun lengi hjá KPMG og þá var eitt af fyrstu ráðunum sem ég fekk sem að hafa reynst mér mjög vel að það er því að trúnaður skiptir öllu máli til þess í endurskoðun, þannig að ef þú ert mikið að eða ef eitthvað lekur frá þér í endurskoðuninni, þetta er þú ert að vinna fyrir fyrirtæki og fara að vinna með miklar trúnaðarupplýsingar, þannig að maður fékk að heyra það mjög snemma að bara trúnaður er mikilvægt og mikilvæg þáttur í endurskoðun og maður hefur bara séð það í öllu síðan að það á bara ekkert bara við í endurskoðun að þú ert ekki alltaf að gaspara hlutina og fólk finnur að það geti treyst þér, að það geti treyst þér fyrir bara sínum málum og einhverju sem er að ganga á í viðskiptum og þess aftar að það hefur reynst mér mjög vel held ég að fylgja þessu að vera ekki bara að tala mjög mikið hluti sem ég veit nema að ég veit að það sé
ég geti treyst fólki 100%. Þetta er nú bara eitthvað sem kemur óundibúið upp í hugan, þannig að og þetta snýst þetta sem við vorum að ræða án, þetta traust að þetta hjálpar held ég fólki mjög mikið að ávinna sér traust sem er náttúrulega mjög mikilvægt bara í viðskiptum og í starfi almennt og ef þú ert ekki þekktur fyrir það að vera gasbrandi út allt þá held ég að fólk treysti þig frekar og það hjálpa til í öllu sem við erum að fást við í okkar daglegu störfum. Já, held sér gífilega mikil eiginlegu traust og líka ekki bara halda upplýsingum fyrir því sem þú veist þú átt ekki að deila en síðan finnst mér líka hinn eiginlegu traust þegar þú við þetta kallar hvelfing eða þetta kallar það, þú veist, eins og þú orðaðir þetta áðan, hvað sagðir eftir? Það væri traust, skiptir ekki alveg máli, en það er líka þegar einhver sem út með kannski vinni og hann að deila sögum af, þú kannski, hann segir að þú getur treyst þér með allt, þú getur sagt hann hvað sem er, en sem hann að deila einhverju sem hann á ekki að segja sem hann frekk frá öðrum, þá sjálfkrafa, veitu, ertu að halda öllu sem ég er að segja við þig bara fyrir milli okkar, Algjörlega, þannig að þetta kemur að þessum úti að bara að traust gríðarlega mikilvægt og að fólk geti treyst því að það sem að það að segja þér að þú farir ekki beint með það eitthvað annan að það hjálpar mjög mikið að þú hafir þetta traust. Alveg 100%. Algjörlega. Og ég held að traust líka sé eitthvað sem kemur ekkert svona en traust sem þú vinnur yfir einhvern tíma með einhverju litlum, þú veist, eða með einhverjum hegðunum yfir tíma staðan fyrir að maður treysti einhvern bara svona, ég held að muningin eftir því að hann byrjaði að treysta konunum sinni eða vinnu sinni með eitthvað, það er bara einhvern veginn svona gerðist ekkert eitt augnablik, skilur við. Nei, algjörlega ekki, þetta ávinnst en oft á tíðum sér maður oft tiltölulega hratt í fari fólks bara hvernig það og þú getur lesið fólks tiltölulega hratt og Já, mér er bara að finna það líka frekar mjög fljótt, og svona fyrstu sekúndunum finnst mér svona, ég get bara svona ég veit hvað ég hef því cirka en ég get ekki útskýrt kannski tilfinningar sem og stundum það bara svona gott feeling sem reynir svo röng það er alveg komið fyrir líka við höfum öll eitthvað brent okkur á því heldur og líka kannski við erum einhverja gott feeling sem við látum okkur ekki treyst einhverjum og þá líka brent okkur á því Hver uppáhalds tilvitnunin þín og af hverju? Ég bara, ég reynd ekki sagt ekki, það enginn sem kemur upp í hugan Enginn? Nei, ekki tilvitnuna kall Nei, ég frekar einfaldur svona bara að upplægi Er ekki sem notar í gólfinu það? Einhver tilvinnun, einhver mantra? Ég endar sem kannski ekki beint tilvitnun en eitthvað sem ég ákvað fyrir svona tími líður svo hratt þetta komin tæplega 30 ár síðan Ég byrjaði náttúrulega í gólfinu sem bara polli og við erum nú frekar skapmiklir sem pollar eins og þú veist úr fótboltanum og svona og það hélt alveg áfram að maður var að berja niður kilfu og allt þetta og síðan vildi ég náttúrulega halda áfram að spila eitthvað golf svona þó að ég væri komin í krefjandi vinnu með 2 unga tvíbura ekki tvenna tvíbura bara stelpu og strák búið á Jóninu og þegar maður var að stelast í golf og taka smá tími í það og svo sló maður eitthvað feilhögg og trompaðist alveg að þá sá maður náttúrulega meikaði engan sens að vera eða svona tíma í þetta og vera svo bara ykkur í fíl út af golfvelli þannig að ég ákvað fyrir tæplega 30 árum að bara njóta þess að þegar maður gefur sér tíma í eitthvað svona til að spila til dæmis golf þó að maður verði oft pirraður að hafa alltaf gaman af næsta höggi og mér hefur tekist að halda vel í þessa línu þetta ekki beint einhver tilviljun Nei, en þú lærst að beisla pirringin beisla pirringin og maður sér það að maður er ofta að spila með fólki á mínum aldri þeim hefur tekst ekki að gera þetta Það er ljóta flest allir að hafa hent gólkilin einhvern tímann það er svo erfitt sport af því að þú veist, þetta er ekki eins og fótbolti þess að maður hefur bara engan tíma til að hugsa þú veist bara í einhverju sóni eins og gólfinu og náttúrulega bara svo mikið tími til að hugsa á milli högga og allt svo mörg atriði sem geta að fara úrskeiðis og allt þetta Það er náttúrulega En varandi tilvitnaðinnar þá ég eins í því eins og með bækurnar það er ekkert eitt sem að eitthvað mitt uppáhalds eða
eitthvað eitt sem að ég hef tilengað mér eða stendur upp úr, þetta bara einhvern veginn svona síast inn og maður nýtir öðru hvoru eftir í hvaða aðstæða maður hverju sinni, það ekkert eitt leiðarljós endilega sko. Nei, þetta bara svona einhver sem að safna eitthvað í körfuna. Hérna og það. Og það kannski til maður á mismunandi tímum í lífinu. Algjörlega. Já. En hvernig, varstu bara pirraður, varstu fljótur upp þá á vellinum þá og gólfvellinum, skilur þú veist? Ég var náttúrulega í fótbolta líka og var stundum tilfinningarna svona blósa. Hérna lét dómarinn oft heyra í boltanum sko og eitthvað í gólfinu líka en bara þegar ég ákvað þetta þá hefur mér tekist einhvern veginn að halda því auðvitað þegar maður slæðir slæmt högg þá svona í 5 sekúndur þá maður pirraður og segir eitthvað sem maður ætti ekki að segja en svo það bara búið og bara ég ákvað bara að hafa alltaf gaman á næsta höggi. Var þetta eitthvað sem varstu öðruvísi í vinnunni eða var þetta eitthvað sem eiginlega sem þú þurftir að læra þar líka? Eða varstu rólegri þar? Ég hef alltaf verið tiltölulega og bara held ég mjög rólegur í vinnunni saman hvað hefur gengið á. Ég hef bara alltaf hort á ekkert endilega meðvitað, það bara einhvern veginn þannig að maður bara með eitthvað verkefni og reynir alltaf að sinna því eins vel og maður mögulega getur sko, veist, og ekki að stressa sig alltaf mikið á því eða láta hlutin halda fyrir sig vöku, bara þetta verkefni sem þú þarft að, hvað sem það hverju sinni sko, þú veist, þetta er bara máli núna og við bara klárum það eins vel og við getum. Af því ég held að þetta sé, þú veist, að láta að upplifa tilfinningunni, ekki láta stjórna hvernig þú bregst við, ég held að sé mikilvægast því að vinnumarkaðan fullt áræðum áskorunum sem komu upp. Ég held að það sé svo góður eiginleiki til að hafa ekki bara í íþróttum, þetta líka bara inn á vinnumarkaðnum að velja hvernig þú bregst við ákveðnum áræðum, sko. Þú veist, þess að maður á liðilt högg í gólfinu, ætlar að fokkin bomba kilvunni í jörðuna, ætlar bara, þú veist, að halda róðinu og bara einbeita næsta höggi, sko. Það er mitt. Þetta hefur maður klikkað á þessari línu sem ég var að nefna áðan, maður kannski var aðeins lengur í fílu en 5 sekúndur, en þetta hefur haldist að mestu leyti og hefur líka, held ég, mér hefur gengið ágætlega í mínum störfum að bara halda ró og vera ekki að fara á taugum út af einhverju sem maður hefur kannski ekki endilega stjórn á, sko. Nei, það er þá kannski þessi lína sem þjálfast í, sko, að stundum þetta kannski nokkar mínútur, síðan maður þjálfur þetta niður í 5 sekúndur og þegar við upplifum alltaf þessar tilfinningar, sko. En ég held að því minni tíma sem við stöldrum við því betra, sko. En ég samt sakna þess að verða því mér veist ég bara ekki það var oft orðið mjög pirraður eftir að hætti fótbolta. Ég vant af vettvang til að verða aðeins missa stjórn á skatabunum mínu og segja eitthvað sem ég átti ekki að segja og sakna þess pínu. Þú eru bara skellar í gólfi. Já, það pæling. Þú varst að segja mig að tækið, ég ætla að segja að tækið mér ekki tilbúin til að gefa mig tími en þú færður aukur því að tækið það langa tíma. Nei, þetta tekur bara, þú fer bara svona 9 hólur, þá verður þetta bara tiltölulega stutt, sko. Já, þú ert að setja sko vininni setja þó mikla pressa með en nú komið ennþá meiri ástæði til að setja pressa með sko. Þannig kannski maður fyrir að svo ég geti orðið eitthvað meira pirraðar en það er í gólfið. Hvaða nýja trú, venja eða hegðun hefur bætt lífið þitt hvað mest undanfarin ár? Auðvitað hefur þetta COVID tímabil einhver áhrif haft á mann. Maður var náttúrulega meira heima heldur en oft áður sem var bara frábært að COVID var náttúrulega mjög slæmt þá bjóða til ákveðna ró hjá mér held ég og öðrum líka þannig að það var svona einhver, hvað að segja breyting og ég hef nú ekkert verið að hvað að segja, skiptum trú eða neitt þess áttar og aldrei gert það og það hafi ekki verið neinn svona straumhvörf í mínu lífi og á þessum tímum eða á þessum undanförnum árum sem þú ert að nefna sko. En aðeins ró sem kom í COVID? Já, ég myndi segja það. Ég held að það svona bara brjála að gera náttúrulega í vinnunni í gegnum þetta allt saman en fara svo bara heim og slaka á, þú veist það kannski áður þegar menn gátu ferðast eins og þau gátu og ég sé nú ekki að tala gegn ferðalöfum vera að vinna þetta hjá flugfélagi
að þegar COVID var og fólk gat ekki farið mikið að gert mikið bara að þá náði maður einhvern veginn að bara að virða það mjög mikið að fara bara heim og vera í hvað sé að róluheitum. Mér fannst þetta gaf mér allan leyfi, gaf mér óformlegt leyfi að slaka á. Já. Ég misti svona öðvitaðis pínu mér ró og minni svona pressu að vera að þurfa að gera eitthvað. Já, það er alveg laukrétt og maður bara kannski setti þessa pressu bara svolítið á sjálfum að sig, sko, þú veist, við verðum að nýta hann tíma til að fara eitthvað, gera eitthvað og þess áttar og þessi pressa kannski fór aðeins af í COVID-inu, þá var mikið að gera í vinnunni að koma svo bara heim og geta, slaka bara á. Í stað þess að þurfa að fara að rjúka eitthvað hingað að þangað þessa helgi eða þess áttar, sko. Ferðast þú mikið í vinnunni? Svona almennt, já, talsvert. Og en ég reyna að stilla því eins mikið í hóf og ég get, mér finnst bara, mér líður mjög vel heima hjá mér í róleitum eða bara að fara í golfu eða á skíði eða eitthvað þess áttar, þannig ég sæki ekkit endilega í ferðalögu en óhjákvæmilega eru talsverð ferðalög sem tekja starfinu. Og breytist það mikið eftir COVID út af fjármálanum með að minnka það eitthvað? Já, sú reynsla er náttúrulega aðeins að koma núna en við finnum það alveg hjá okkar samstarfsaðilum að fólk sæki svolítið í það að hittast og taka svolítið stöðuna svona face to face í stað þess að vera alltaf á Teams eins og var hérna í þessu 2 ára tímabili, þannig að til dæmis í þessum geira sem við störfum þá eru svona ráðstefnur og sýningar þess áttar og þær eru búin að vera aðeins í gangi núna í vor og sumar og gríðarlega vel sóttar og greinlega þörf hjá bara fólki að hittast og taka stöðuna en ég held að verði ákveðin svona breyting til bara langframa í þessu að ákveðinni fundir þeir eru bara betri á Teams þar sem eru að taka bara stöðuna og þess að þar en þegar þú þarft og það er nöðsynlegt að krifja mál til merkjar og þess að þar að þá er miklu betra að hittast, þannig að ég held að þetta verði svona menn munum við nýta bara þessa reynslu og alla þessa tækniþróun sem átti sér stað bara til mjög góðra hluta til framtíðar, þannig að þetta verður hagkvæmara hjá okkur og fundinni betri og þess áttar, þannig að við verðum ekki að fara og ferðast langan veg til þess að halda fundi sem er ekkit nauðsynlegt að halda í eigin persónu, sem er hægt að halda með fjarfundabúnaði en síðan sjáum við það alveg að sumir fundir þar sem við ræða ákveðin málefni og þess áttar, þar fjarfundabúnaðin hann bara virkar ekkit og þeir fundir verða áfram í eigin persónu. Heldur mér einhvern sem hann losna við þörfin að vera í þessu mannlega, skilur? Nei, ég held ekki og ég von ekki. Já, ég von ekki þessum að það. En ég held ekki, þá við bara orðin svo vélræn og lífið svo leiðilegt að þörfin til þess að hittast og fara yfir hlutina, hún mun alltaf vera til staðar. Já, talandum líka bara traust og svona sérstaklega að mynda eitthvað nýtt samband eða eitthvað svolítið, það er svo margt annað við sem þú getur séð allan bara líkamstjáninguna, hvernig þú segir orðin og allt svona, skilur en kannski erfiðar í gegnum tölvu sem út með eitthvað bakgrunn hjá þér og slögt á kamerunni og já, eins og segir, sem með slögt á kamerunni, þannig að það bara virkar ekkit fyrir það getur alveg virkað eins og segja áðan fyrir einhverju fundi og bara, hvernig staðan, hvað er að gerast og bara búið, en þú vilt svona fara í djúpar umræður samningaviðræður sem dæmi, þá er miklu betra að gera það í svona eigin persónu. Hefur orðið mikla breytingar og þróun á fluggeranum eftir að þú byrjar? Já og nei, að sömuleyti hefur orðið eftir sömu flugvélarnar og þessi grunntækni er nákvæmlega svo sama. Þetta eru við til dæmis búin að vera að fjárfesta í nýjum flugvélum sem eru miklu hagkvæmari heldur en eldri vélarnar okkar, en viðskiptavinnunum þetta er mjög svipað, þannig að hvað það varðar að þá eins og segir svari já og nei, að einhver leiti er þetta bara eins og þetta er búið að vera til mjög margra ára, en síðan er komin ákveðin tækni sem að er eins og nýju vélarnar okkar er svona 20-30% eða minna eldsneyti, 20-30% minna eldsneyti,
Þannig að það gríðarlega mikil breyting hvað var það kostnað og ekki síður hvað var það umhverfismálin sem mjög mikilvægt, þannig að sú þróun hefur átt sér stað svo sannarlega á undanförnum árum sem mjög mikilvægt. Þó að flugvélarnar líti eiginlega nákvæmlega eins út og þess að það sko. Og munum vantilega ennþá meiri þróun í því á næstu árum? Þetta náttúrulega geiris það sem að hlutinni gerast tiltölulega hægt og það er mikil umrætt til þessu rafmagnsflugvél og þess að það núna. Já. Það er alveg raunhæft að við verum farin að fljúga rafmagnsflugvélum hérna innanlands á Íslandi á þessum áratug, en ekki á milli landa fyrir eftir einhverja 20 ára sko, þannig að svo þróun mun taka talsverðan tíma. En svo gætur flugur orðið einhvern veginn hraðari? Þú veist, mikið hraðari? Við vorum náttúrulega með Concorde og þess áttar, en ég held að þessi hraði sem við erum að horfa núna, ég held að það verði ekki einhver stökkbreyting á því hérna í nánustu framtíð sko. Nei. Já. Síðast spurningin, síðan ertu horfin. Ef þú mættir einungis koma einu skilaboð að framfara út lífið til annarra einstaklinga, hver væri skilaboðin? Það það sem ég búin að vera að segja svolítið og svara hér þegar þú ert að spyrja leiðtogahæfnina og þess áttar og kannski bæta við einu þar náttúrulega bara treysta á sjálfum þig og horfa til þess hvað þið langar til að gera, ekki vera að horfa kannski á hafa áhyggjur af áliti annara, þú ert bara að fylgja þinni sannfæringu, fylgja þínu löngunum og sinna þínu svo bara vel og láta gott að þér leiða. Mér finnst alltaf hógværð og lítillæti skipta miklu máli og það er svona það sem ég horfi til og er mín ráð að fylgja sinni sannfæringu sínu löngunum, ekki hafa áhyggjur af almenningsálitinu og vera svo bara góð manneskja. Það er svona mín ráð til allra. Vera góð manneskja sem þetta góð til hliðar og bara sína dugnað. Já. Það hljómar eins og ágætis blanda sem mun skila þér örugglega á góðu lífi á hvaða vettvangi sem og myndi lítið á það sko. Ég held að það sé ekki spurning að ég sé til þess bær að vera að kenna fólki eitthvað, alls ekki, en þetta er bara það sem ég horfa til í því sem ég er að fást við. Algjörlega, Bogi, bara takk innlega fyrir að gefa þér tíma til að koma að spjalla og gaman að fylgjast með þér og Icelandair áfram, þannig að gangi þér bara áfram vel. Takk svo mjög, kæra þakkir mig.